Já, komið sæl og gleðileg hátíð. Veðrið hefur verið með rólegasta móti hjá okkur í dag. Laðinn fyrir norðaustanland sem hefur stjórnað veðrinu hjá okkur undanfarið, hún nú að hverfa út af sjónarsviðinu og engar laðir hjá okkur framundan því að það að byggjast upp háþrýstisvæði hjá okkur og því verður veðrið með rólegasta móti hjá okkur. Það verður nú kannski eitthvað skúraleiðingar í flestum landshlutum en hæglætis veður. En það verður áfram svalt hjá okkur eins og hefur verið og ef að við skoðum hitasviðið þá nú sjáum við þennan kalda kuldapoll sem yfir landinu og hann kemur til með að verða það áfram. Þannig svona reyndar fer nú svona aðeins að lína í honum. Við sjáum hvernig blái liturinn að lýsast upp sem þýðir að hitatölurnar nú svona að dósast upp 1-2 gráður og síðan eftir helgi að þá förum við nú að fá eitthvað heldur hlýra lofti til okkar. En morgundagurinn hann verður fínn hjá okkur, það verður breytilega átt á landinu og það verður nú kannski meira skýjað fyrir hluta dagsins en seinni hlutan því að það á nú að létta til talsvert austanverðu landinu þegar líður á daginn en einhverjar skúraleiðingar verða sérstaklega landið sunnanvert og hitatölurnar þær verða á svona svipuðu róli og þær hafa verið. Nú ef að við skoðum hvernig verður hjá okkur á laugardaginn þá verður það nokkuð svipað áfram hægbreytileg átt á landinu og hitatölur á svipuðu róli. Einhverjar skúraleiðingar verða nú svona hér og þar en þó að verði nú ekkit svona í miklu magni. Á sunnudaginn þá fer nú svona aðeins að létta til landið vestanvert, það má gera ráð fyrir að það verði nú bara ansi bjart. Það verður svona kannski heldur þyngra yfir á norðaustanverðu landinu þar sem að norðanátt kemur svona aðeins inn á landið og getur nú orðið einhverja dempur en hitatölurnar það eru svona eitthvað aðeins að ýtast upp hjá okkur og síðan á mánudaginn þá förum við að fá sunnanátt til okkar. Þetta þýðir það að það verður væntanlega þungbúnara landið sunnan og vestanvert og búist við einhverri vætu. En á norðausturlandi ætti að létta verulega til og hitatölur fara þá væntanlega vel yfir 10 stigin. En svona almennt séð róleg heita veður á mánudaginn einnig. En ef við skoðum aðeins hvað í veðrinu í kringum okkur þá nú háþrýstisvæði sem að teygja sig norður á bóginn og sjáum að það fínasta veður höfuðborgum Skandinavíu og hitatölur háar. Það nú reyndar svolítið blautt við Norðursjóinn og Ermarsundið en það svona úrkomusvæði sem að liggur þarna við vesturströnd Atlantshafsins og því verður ansi svona blautt mjög víða bæði í Vestur-Frakklandi og einnig á Íberíuskaganum norðan til þar sem að svona fremur óstöðugt loft en þegar við förum hérna austur á bóginn þá fer nú að létta til og svona austar í álfunni almennt heiðskýrt og háar hitatölur og til fínasta sumarveður. Ef við förum síðan vestur hafa þá nú ennþá hitabylgjan í fullu á fullu í suðvestan til þar sem að hitatölur mjög háar, fara yfir 40 stig jafnvel og hitamet að falla. Yfir Mexíkóflóa nú svona ansi óstöðugt loft og þar svona veðurguðnir að byrja að undirbúa fellibylja tímabilið og við austurströndina fínasta veður sól og hinn fínasti hiti. En hjá okkur á morgun verður líka alveg fínasta veður, hægbreytilega átt og svona skíða með köflum og þó að hitatölurnar verði svona heldur í lægri kantinum. En við skulum láta þetta duga að vera í kvöld. Verið þið sæl.